Pálmi Geir Jónsson, fyrirlið. Pálmi, til hamingju með sigurinn í kvöld, til hamingju með deildarmeistaratitilinn. Þetta var sætt, þetta er ljúft. Þetta var hrikalega ljúft og ótrúlega ljúft að vinna þennan leik. Við vorum í rauninni í bölvuðu basli sko, og kannski síðustu svona 2 leiki búin að vera svolítið skrýtnir, eiginlega komni með deildarmeistaratitilinn svona í hendina einhvern veginn og svona öðruvísi kannski að gíra sig upp fyrir þessa leiki. Þannig að mér finnst við búin að vera svolítið flatir, en við vorum ótrúlega sterkir hérna í fjórða leik til að klára vestra. Bæði lið eru svolítið löskuð í kvöld. Þeir þurftu að hafa mikið fyrir þessu. Koma eitthvað óvart að því að nú eru sakna þeir sakna nokkra leikmanna, en þeir létu að hafa fyrir sér. Koma eitthvað óvart? Nei, alls ekki. Auðvitað er skynsamleg ákvörðun hjá þeim að þessi leikur kannski skipti á ekki rosalega miklu máli að reyna að verja einhverja lykilleikmenn hjá sér fyrir meiðslum fyrir úrslitakeppnina. En þessi leikmenn sem spiluðu, þeir ætluðu að vinna leik, það var alveg klárt og ef það var einhver í okkur sem hélt að þetta yrði bara easy sko, þá var það alveg kolránt því að þetta var bara barningur frá fyrstu mínútu. En þetta var ljúft í lokin? Mjög ljúft. Nú er það bara dómurinn þessu hvert mál? Það er bara svoleiðis. En hvernig leist þetta? Hvernig verður ekki spennandi bara næsta vetur að takast á við? Nú er það alvöru, ekki það að þetta hafi ekki verið alvöru í vetur, en það er stóra sviði. Já, við komum til að reynslu ríkari, vorum í þessi hópur í rauninni búin að vera saman bara sem heild í 2 ár núna. Við lærum það kannski síðast við vorum upp í dómarasdeildinni að okkur vantar kannski 1-2 leikmenni viðbót við þennan hóp til að vera svona alvöru samkeppnishæfir. Þannig að það hlýtur að vera svona verkefni sumarsins að reyna að næla í einhverja leikmenn, og núna þegar Bosman-reglan datt inn aftur fyrir þetta tímabil þá var dómarasdeildin ennþá sterkari, þannig að við þurfum að gera vel í sumar að krækja einhverja góða leikmenn til að vera samkeppnishæfir næsta ári. Og það er auðvitað þannig að mjög mikilvægt eins og núna að það er að halda hryggsúlunni í liðinu sem að byggja svo utan á það. Það er auðvitað algjört lykilatriði. Maður sér eins og þessi lið sem er að gera vel í dómarasdeildinni. Þau eru auðvitað að taka inn sterka erlenda leikmenn, en þau eru líka með sterkan grunn af íslenskum mönnum sem eru búin að vera einhver ár í hópnum og mynda svona stemningu og liðsheild, og svo er það góðu leikmennu bætti við. Alveg svo við erum með hérna, við erum með sterkan grunn af íslensku leikmennum og bæti síðan við mjög sterkum erlendu leikmennum í Larry og Felix, og þá erum við með mjög gott lið. Og svo náttúrulega hefur það verið gríðarlega reynsla fyrir ungu strákana sem að þeir eru kornungir þessi 2001 árgangur, þannig að þeir koma reynslunni ríkari núna upp í Úrvalsdeildina. Algjörlega, þegar við fjallum síðasta vor þá sagði ég við þessa menn hérna sem ég er í kringum lið að þetta getur bara verið láni í óláni að falla svona. Við vorum með ungt lið og kannski leikmenn sem voru ekki að fá alveg mínútuna til þess að verða betri, eins og Július, hann var kannski að spila 17-20 mínútur leik í dómarasdeildinni og ekki að kannski bera það ábyrgð sem hann að bera núna. Föllum niður og hann fara að spila 35 mínútur leik og er að taka bara fulla ábyrgð á leikstjórnun. Þannig að hann áttur að koma miklu sterkari inn sem leikmaður á næsta ári. Já, þessum strákum sem og ykkur öllum þá kemur enn og aftur þolinmæði í dyggð og það þarf að hafa þolinmæði í þetta. Já. Þolinmæði þrautin vinnur alla. Það er bara svoleiðis. Þetta er stutt tímabil í rauninni, miður október til núna þegar við hættum snemma bara miður mars, en þetta er ótrúlega langt þegar maður er að standa í þessu. Ég er leiðilegt að vera komin í sumarfrí. Það er svona bittersweet, það er svo mjög gott. Til hamingju. Takk fyrir það.